sem fyrirlestur félags fornleifafræðinga, námsbreytari fornleifafræði á Háskóla Íslands og Þjóðminjasafns Íslands. Í dag ætlar Birna Lárusdóttir að flytja fyrirlestur Ólafsdal í Gilsfirði. Takk fyrir og takk fyrir að koma, gaman að sjá svona marga hérna. Ég heiti Birna og með mér hér í dag ætlaði uppalega að vera hann H.L.M. Roberts sem að stýrði uppgreftri í Ólafsdal síðastliðið sumar. Hann þurfti því miður að fara að grafa upp minjar í Abu Dhabi en á eflaust eftir að segja frá Ólafsdal seinna á öðrum vettvangi uppgrafta hlutunum þegar hann lengra komin en við erum raunverulega bara nýbyrjuð að grafa í Ólafsdal. Ég ætla hérna í dag að gefa ykkur svona almenna innsýn í þetta verkefni okkar á Fornleifastofnun Íslands sem unnið í samvinnu við minjavernd sem að þróaðist frá því að vera tiltölulega svona afmörkuð fornleifaskráning á deiliskipulagsreit yfir í það að vera öllu dýpri pæling landslag og skipulag og framtíðarsýn og auk þess þróaðist það mjög óvænt yfir í uppgröft á rústum frá víkingaöld sem að enginn sá fyrir í upphafi verksins. En allt þetta á raunverulega upptök sín í mjög metnaðarfullum áformum minjaverndar sem að hyggst byggja upp þarna hús í Ólafsdal frá 19. öld og upphafi þeirrar 20. frá tímum búnaðarskólans. En eins og flestir vita þá Ólafsdalur þekktastur fyrir búnaðarskóla sem var rekinn á staðnum frá 1880 til 1907. Það fyrsti búnaðarskóli á Íslandi. Og hann var rekinn af Torfa Bjarnasyni og Guðlaugu konu hans sem að hér sjást eða stytta af þeim eftir Ríkar Jónsson sem að stendur þarna í túninu. Og það óhætt að segja andi þeirra að tveggja svífi mjög yfir vötnum í Ólafsdal. Manni finnst einhvern veginn stundum eins og þau séu bara þarna að horfa yfir öxlina á okkur. Og það þetta þarna gríðamikið af minjum frá tímum búnaðarskólans. Þið sjáu það strax á myndinni sem hér margt af því sem sést hér í túninu, til dæmis hér eru beðasléttur og hér niður með öllu. Það eru hérna línur sem sennilega eru leifar af lokræsum, það eru leifar af upplænum vegum og alls konar minjar frá tímum búnaðarskólans sem ekkert hefur verið raskað. Í skólanum voru á sínum tíma, meðan að vera í rekstri, þá stunduðu að með minni rúmlega 150 piltar þar nám og það voru stelpur það líka vegna þess að Guðlaug rak eins konar kvennaskóla samhliða búnaðarskólarekstrinum og síðan fór þetta fólk út allt land sem að lærði í Ólafsdal. Þannig að það má segja svona þarna hafi verið einhver suðupottur hugmynda og kannski verk þróunar má segja sem að síðan dreifðist út allt land. Þannig að þessi staður býsna mikilvægur fyrir okkur til að skilja svona framgang landbúnaðar á þessum tíma á Íslandi. Þegar allt var að springa út. Og sem sagt, nú ætlar minjavernd að hefja og hefur þegar hafið uppbyggingu á húsum þarna frá tímum búnaðarskólans og þau voru býsna mörg og eins og þau muni sjá á eftir. Og hér sést skólahúsið í Ólafsdal sem raunverulega eina uppistandandi húsið frá tímum búnaðarskólans og það var reist 1896 ef ég man rétt og var þá reyndar ekki fyrsta skólahús á staðnum því áður stóð þarna minna hús sem að skemmtist í óveðri og var flutt og nýtt og stærra hús byggt á grunninum og það þetta hús þarna og það þarna var búið náttúrulega löngu eftir að skólastarfi lauk vegna þess að það var búskapur á staðnum fram yfir 1960 að ég man rétt og seinna var þarna skólasel frá menntaskólanum við Sund og margir sem ég hef hitt þaðan sem hefa góða minningar úr Ólafsdal frá þeim tíma en þetta hús var undir lok 20. aldarinnar orðið mjög lasið og lúið og voru lengi upp í ýmsar hugmyndir að byggja það upp eða jafnvel taka það niður og flytja það burt hreinlega. Ég hef heyrt það einhvers staðar að einhvern tímann hafi verið uppi hugmyndir að flytja það í Búðardal. En sem sagt það var gert við það og sem betur fyrir því að það setur náttúrulega ótrúlega mikið svip á þennan dal og margir sem hafa séð húsið bara frá veginu, jafnvel þó þeir hafa ekki komið inn í Ólafsdal. Það stendur ótrúlega fallega og í þessu svipmikla umhverfi. Ég ætla aðeins að benda ykkur á hérna fyrir aftan. Þið sjáu hérna lítið flag sem að lætur lítið yfir sér, þarna nýplæður kálgarður þegar myndin tekin og hérna fyrir aftan síðan eldra bæjarstæði í Ólafsdal. Sem sagt, þegar Torfi kemur á staðinn þá einhvern veginn innlegir hann algjörlega nýjar hugmyndir það hvernig staðurinn skuli líta út. En fram að þeim tíma hefur bæjarinn staðið á hólnum hérna
fyrir ofan, væntanlega framöndu 1870, þó ég hafi ekki nákvæmar upplýsingar það. Þannig að Ólafsdalur á sér auðvitað miklu fleiri víddir heldur en bara þennan búnaðarskólatíma og við áttum svo sannarlega eftir að sjá það betur eftir því sem á leið. Þó að allar hinnar aldirnar séu minna sýnilegar. Það má segja að búnaðarskólatíminn dómineri svolítið í landslæginu og öllum hugmyndum staðinn. Hérna sjáum þið mynd af staðnum sem tekin. Þetta mynd eftir Jóhannes Klein sem var fylgdarmaður Daniels Brún og kom held ég bara til Íslands í eitt skipti og það var annarkvort 1896 eða 1898 og tók þessa mynd af húsunum. Þannig að þarna sjáu þið hvernig þetta bæjarstæði leit út á tímum búnaðarskólans. Þetta er væntanlega 1896 eða 8, ég man ekki alveg hvort heldur er. En hér þetta sjáu þið skólahúsið og síðan fjölda annara húsa. Hérna þetta er gamla skólahúsið sem var flutt á nýjan grunn og kallað Suðurhús, hjallur fyrir framan það, svo hérna til hliðar, þetta hérna fjós, hlaða og hesthús ef ég man rétt. Hér fyrir aftan húsið síðan smiðja, þar sem gríðarlega mikið verk var unnið. Það voru ótrúlega hluti sem áttu sér stað í skólanum og í þessari smiðju voru smíðuð alls konar verkfæri og agtíi og plógar og kerrur og hjólburur og sem var síðan selt út all land. Seinna var reyndar reist yngri smiðja sem var ekki tóra gróti heldur timburhús. Þetta er kjarni þeirra húsa sem minjavernd stefnir á að endurreisa. Og þarna er mynd sem tekin síðastliðið sumar. Þetta er fyrsta húsið sem lítur dagsins ljós úr þessu mikla verki. Það er skemmtilegt, ég held að það sé ekki svona mikill stærðarmunur á mönnunum í raun og veru, þetta er eitthvað svona snýr, eitthvað einkennilega. En þetta hús er á bak við skólahúsið og er kallað mjólkurhús. Og í því var unnin mjólk og ostar og þarna var líka þeginn þvottur og voru líka kamrar og svona ýmislegt sem átti sér stað í þessu húsi. Og veggirnir á því voru ennþá uppi standandi þegar endurbyggingin hófst. En þá var þetta búið að vera að lappa upp á þetta í einhver ár, svona, smám saman. Ég ætlaði held ég verið að segja frá því að það er félag starfandi í Ólafsdal og hefur verið frá 2007 sem heitir Ólafsdalsfélagið. Og að því standa alls konar áhugamenn og afkomendur torfa og afkomendur skólapilta og fólki úr sveitinni í kring og fleira. Og Ólafsdalsfélagið hafði meðal annars komið að því að hefja uppbygging á þessu húsi og þeir hafa haldið staðnum raunverulega lifandi í mörg ár með því að hafa húsið opið og kynna minjarnar með gönguleiðum og halda þarna Ólafsdalshátíð á hverju ári. Þannig að það er heilmikið batterið þarna í kringum þennan stað. Ég ætla aðeins að sýna ykkur yngri minjarnar og svo hvernig þetta landslag lítur út og hvaða heimildir við höfum það. Það eru til ótrúlega flottar ljósmyndir sem eru teknar ofan úr fjalli 1905 líklega og þetta kannski segir manni eitthvað það hvað fólki hefur þótt þennan stað. Ég meina þessum tíma er ekki algengt að menn klöngrist upp í fjall með myndavél til að taka mynd af einhverju túni. En á þessum tíma er þessi staður auðvitað mjög óvenjulegur fyrir margra hluta sakir. Þarna er búið að stækka túni gríðarlega. Hér auðvitað þessi kjarni húsa sem eru svona mun veglegri heldur en þekktist á þessum tíma til sveita og þessi mynd eru þetta bara ótrúlega heimild margt margs konar jarðabætur sem hefur verið gerðar í túninu og þetta líka hús sem stóðu á þessum tíma. Þannig að hér sjáu þið til dæmis beðasléttur víða sem eru raunverulega bara ummerki sléttunar aðferð þess tíma fyrir tíma vélaaldar þar sem að menn ristu ofan af þýðu landi og plægðu upp og sléttuðu og löguðu landi til, þannig að myndaði svona kúpt beð og þetta er kannski eitt helsta einkenni túnsins í Ólafsdal eru þessar beðasléttur sem eru bara rannsóknarefni út af fyrir sig, þar eru svona ýmsum gerðum og stærðum og hérna sést nú mjög vegleg tröð sem var hlaðin heima bænum, hún er svona eitt af því sem hefur verið eyðilagt í seinni tíð en ég ætla að sýna ykkur hérna á eftir að það er ótrúlega margt af því sem við sjáum að þessari mynd hér og þessari mynd sem nær yfir hinn hluta túnsins sem er ennþá til staðar.
Þið sjáu hérna til dæmis túngarð, nátthaga með gamalli rúst inni. Hérna eru beðasléttur, hérna greinilega heyskapur í fullum gangi, það fólk hérna úti að raka. Búið að hérna punktarnir sem þið sjáu eru svona heydrýli. Og hérna maður getur endalaust rýnt í þessar ljósmyndir, þær eru alveg ótrúlegar og þær eru svo góður upplausn að það hægt að zooma inn á þær og skoða ótrúleg smáatriði. Hérna eru stór og mikil útihús sem að sannlega hafa verið nýreist þarna þetta leyti eða á tímum skólans allavega. Og hér allavega eina myndi sem ég hef séð af tóvinnuhúsi Torfa sem að var hérna neðan við túnjaðarinn og mjög merkilegt hús og merkilegt tækni sem láð frá baki, vatn var leitt í mjög stóran skurði hérna ofanfrá og niður á húsinu og knúði áfram tóvinnuvélar sem að þarna var bara mikil ullar, þetta var svona hálfgjörð bara ullar verksmiðja í raun og veru. Að þetta hús stóð ekki lengi því að það brann bara eftir þessi myndi tekið 1905, allavega ekki brunnið 1907. Þannig að hérna, þetta er ótrúlegt að hafa þessar ljósmyndir. Hérna ætla ég að sýna ykkur mynd sem að ég tók síðasta sumar ofan úr fjalli í svona góðri kvöldbirtu sem að hjálpa mann oft til að sjá ýmsa hérna hluti í landslaginu og ef maður ber þetta saman við þessa mynd hér á undan, eða horfið til dæmis bara hérna á þennan nátthaga sem er hér, að þá er hann hérna og þið sjáu hér eru beðasléttur og hérna rústir og alls konar hlutir í gangi og þetta sem sagt upphaflega verkefni okkar var að skrá þessar minjar allar í Ólafsdal vegna deiliskipulags. Það var umlega það sem lagt var upp með til að byrja með. Hér sjáu þið líka dæmi 20. öldina. Þessi skurðir sem hér eru vélgrafnir og þetta umverulega hérna eitt af fáum dæmum svona vélvæðingu í Ólafsdal sem maður sér vel. Gamla bæjarstæðið eftir sem ég benti ykkur á áðan fyrir aftan húsið, það er hérna bara í miðju túninu. Þarna er heilmikill bæjarhóll sem er ábyggilega með uppsöfnuðum mannastælum langt eftir í tíman. Fornleifarskráningin okkar, hér sjáu þið svona afraksturinn úr henni á mjög svona hráan hátt. Þetta eru bara punktarnir sem við tókum, einn punktur á hverjum minjastað, ef svo má segja. Og þið sjáu að þetta ég manu ekki alveg hvað þetta eru margir punktar, ætli þessi ekki svona 150, 70, eitthvað svo leiðis. En þegar maður kemur á svona stað eins og í Ólafsdal þá getur maður ekki hugsað í svona punktum, það segir manni rosalega lítið. Það eru þetta gaman að sjá dreifinguna, það eru þetta þéttast hérna í kringum bæjarstæði í gamla túninu og svo verður það svona heldur dreifðara hérna inn dalina og út með hlíðunum. En þarna voru allar minjar mældar upp með þar til gerðum GPS-tækjum. Þannig að hérna sjáu þið svona hráa útgáfu af þessum uppmælingum og þetta segir manni auðvitað talsvert meira það svona hvernig minjarnar liggja í landinu, ef svo má segja. Og þið sjáu þessar löngu hérna, þetta svæði hérna til dæmis er raunverulega allt einhvers konar afmörkun á túninu og vel rúmlega það raunverulega. Hann hefur girt af mjög stórt svæði í kringum túnið og greinilega ætla sem er stóra hluti og tókst reyndar að gera náttúrulega ótrúlega margt og það er, ég man ekki hvað sagt með Ólafsdal, þetta þótti nú ekkert sérstöku jörð þannig fyrirfram, en heiðfengurinn í Ólafsdal held ég að hafi 5 eða 6-faldast eftir að búnaðarskólinn hafi verið í gangi þarna og allar þessar framkvæmdir höfðu að mörguleyti breytt landslaginu. Þannig að það var þetta ræktað upp heilmikið af nýjum túnum og mýra voru ræsta fram. Þið sjáu hérna inn frá þetta eru skurðir sem hafa verið handgrafnir í mýrunum og þarna er ótrúlega mikið af alls konar minjum. Þið sjáu kannski þessa fláka hérna sem eru númeraðir, þessa ljósgrænu fláka sem eru númeraðir. Þetta er svona leið til að ná aðeins betur utanum svona landslæði heild sinni og við sem sagt flokkum þar öfurlega niður eftir því hvaða típur af minjum við erum með á hverju svæði og hvað einkennir hvert svæði fyrir sig, má segja. Þannig að hérna svæði númer 1 er til dæmis aðalega bara það er túnið með öllum sínum húsum og útihúsum og garðlaugum og beðasléttum og nátthögum sem voru raunverulega bara stór hlaðin gerði sem
ær voru látnar liggja í til að nýta úr þeim áburðinn og þannig ræktuð upp til að slá þau og fá gæða hey. Og svo þetta svona svolítið ólíkir hlutir í gangi. Hérna til dæmis vestanmegin í dalnum er sára lítið af minjum og svona hefur greinilega verið nýtt aðalega fyrir beit. Svæði númer 2 einkennist aðalega af mógröfum og svona vatnsveitingamannvirkjum, enda töluvert blautt og svo framvegis. Þannig að þetta er svona tilraun til að svona ná yfirsýn yfir einstök svæði og þetta er eitthvað sem kemur að gagni þegar maður fer að hugsa til framtíðar skipulag og þess aftar. Ég ætla að sýna ykkur nokkra svipmyndir svona bara af minjunum í Ólafsdal. Þetta er semst fjósið sem var reist þarna á tímum Búnaðarskólans. Gríðarlega flotti veggir, hlaðnir sem að standa ennþá bara að mjög miklu leyti. Og þetta er auðvitað eitt af þeim húsum sem verður endurbyggt. Lækurinn sem rennur þetta framhjá, þetta er ekki náttúrulegu lækur, heldur er þetta handgrafinn skurður sem að vatni var veitt í úr lind sem var ofar í túninu. Þannig að það hefur mikil vinna verið lögð í það að veita vatni heima húsunum. Hér sjáum við loftmynd. Nú lifum við á tímum drónana sem er mjög gleðilegt á staðins Ólafsdal og ótrúlegt hvað þessar loftmyndir geta sagt manni mikið. Og hérna sjáum við til dæmis gott dæmi svona beðasléttur. Hér er tóft, vel varðveitt tóft af útihúsi úr torfagrjóti. Hérna er þessi lind sem ég sagði ykkur frá sem að vatni var veitt úr í miklum skurðum og alveg ótrúlegt mannvirki þessi skurðir. Maður sér stundum alltaf að sé vassalli á þessu en vatni rennur samt. Og hér er einn af þessum nátthögum sem ég talaði og ég held reyndar að þessi nátthagi, hann er einn af 3 nátthögum í Ólafsdal og mér finnst mjög sennilegt að þetta sé sá elsti og það er reyndar þannig ég held lengi að Torf í Ólafsdal hefði verið einhvers konar frumkvöðl í nátthagagerð en það er til heimild það að Jón Bjarnason sem bjó í Ólafsdal á undan Torfa hafi hafið nátthagagerð og komst í blöðin fyrir það. Þannig að þessi nátthagi hérna gæti upprunalega verið frá tímum Jóns á miðja 19. öld kannski. Maður sér sums staðar votta fyrir eldri minjum í Ólafsdal bara í túninu þó þessu undirlegar minjum frá 19. öld. Hérna er til dæmis ef þið horfið á þessa útihústóft hérna og þessa línu sem hér er, þá er þetta greinilega gamall túngarður sem er til marks það hvernig túnið hefur verið fært út. Þetta er sem sagt nýrækt hérna og sennilega bara mjög líklegt að þessi hús hérna hafi upphaflega verið staðsett við túnjaðurinn og það er engin tilviljun því að þá er hægt að nota áburðinn úr þeim til að rækta upp þetta svæði hérna. Eins dæmi hvað loftmyndir sýnir okkur sem við sjáum ekki á jörðu niðri. Hérna sjást engar svona beðasléttur þegar maður gengur hana en ef maður rýnir í myndina þá sér maður að það eru greinilega grunnar rásir. Þannig hefur einhvern veginn verið rist ofan af eða þetta ræktað upp í einhvers konar tegum. Hér er síðan horft út á Gilsfjörðinn og þarna er stór og mikill nátthagi sem heitir Stekkur og ég held reyndar að það nafn gæti verið eldra og gæti átt við eldri minjar sem þið sjáu hérna með rauðu lit. Þess eru greinilega eldri minjar hérna undir og bæði garðlag og rústir á allavega 2 stöðum. Það er ekki ósannilegt að stekkjarnafnið hafi lifað áfram á minjunum, þessu farkantaða gerði sem er hlaðið í tíð Búnaðarskólans. Og sjáu þið hérna mikilmerkjum torfristi hérna niðri, mjög flott. Hér eru síðan komið suður fyrir túnið á þetta blautasvæði sem við merkjum 2 áðan á myndinni og þarna eru gríðarlega mikla mógraðir. Þið sjáu þessa beinu kanta hérna. Þetta eru eftir bara móskurð og það var tekinn gríðarlega mikill mór upp í Ólafsdal og notaður til brennslu til að kynda upp húsið. Og þessi lína sem þið sjáu hér er vagnvegur sem er lagður líka á tímum skólans sem að lá hér yfir mýrina og reynda meðfram öllum jaðri túnsins og út af þessum túnskika hér sem hét Móhústún og er einhvers konar yngri nýrækt. Þannig að þetta er alveg endalaust og það má líka geta þess að það er endalaust hægt að stúdera þennan búnaðarskólatíma vegna þess að
Það eru bæði til svo mörg kort sem að skólapiltar voru látni gera af túnum og eins eru til ótrúlega miklar heimildir sem ég hef bara skoðað mjög litlu leyti. Sem sagt skýrslur, skólaskýrslur og alls konar skjöl og bréf líka. Þannig að það væri hægt að rekja þessa þróun hérna undir lokin alveg í mjög miklum smáatriðum og hérna væri gaman ekkert hérna að liggja mörg verkefni raunverulega í því. En þá ætla ég að fara aðeins í aðra sálma. Það er þannig í fornleifaskráningu þurfum við náttúrulega að labba á alla minjastaði og mæla þá upp og mynda þá og lýsa þeim og allt hvað eina. Og eitt af það sem maður gerir í undirbúningi fyrir svoleiðis að skoða loftmyndir. Og það gerðum við þarna, við komum fyrst 2016 og tókum út þetta deiliskipulagssvæði fyrir minjavernd þarna í kringum húsin. Og þegar það var búið þá náttúrulega sáu allir að það væri ekkert hægt að skrá bara minjar á þessu deiliskipulagssvæði, við erum bara að hafa allan dalinn. Og við komum þarna aftur 2017, ég og Elín Ósk Hreiðarsdóttir, og við lágum þarna yfir loftmyndum eitt kvöldi til að skipuleggja ferðir okkur dalinn. Það oft þannig að maður rekst á eitthvað sem maður hefur engar heimildir fyrirfram. Og Google Earth kom þarna góðu notum því að við sáum þarna eitthvað þarna inn í dalnum sem að virtust geta verið rústir. Og þannig að við bara gerðum X á blaðið og ákvaðum þurftum að labba inn eftir og skrá tóftir hér inn frá og svo gengum við hér þvert yfir og enduðum daginn til að kanna hvort að það væri eitthvað til í þessu. Og hérna sjáum við að aðeins nær við þessi bláu hringirnir liggja utan þessi rústasvæði. Ég reyndar að spá í núna hvort ég hafi verið með hvort myndin á Google Earth hafi verið verri á þessum tíma því að ég var svona einhvern veginn bara ekkert mjög spennt yfir þessu, en allt í lagi, við fórum á staðinn og það leyndi sér ekki að þarna voru einhver mannvirki og þetta er fyrsta rústin sem við komum að. Þið sjáum skólahúsi hérna í fjarska út við mynni dalsins. Þannig að hér var greinilega einhver hleðsla utan í holti sem þarna er. Og svo gengum við áfram og þá komum við að þessum rústum hér og það var mjög skemmtilegt af því að við sáum mjög fljótt að þessi langa rúst hérna, hún bar öll einkenni þess að geta verið mjög forn. Og það eru ákveðin einkenni á svona skálum frá víkingaöld, þetta eru svona aflanga tóftir og með sveigðum langveggjum og það leynir sér yfirleitt ekki ef maður rekst á svona rústir. Hérna við endan var síðan önnur hringlaga rúst sem að myndi mjög á jarðhýsi sem að finnast ofta á svona víkingaaldar bæjarstæðum og í námunda við skála. Þannig að okkur þótti þetta mjög skemmtilegt að geta bætt ansi mörgum árum við sögu Ólafsdals. Ekki það er auðvitað að vita að það hefur verið búið í Ólafsdal sennilega frá því á landnám því að bæjarinn sé getið í landnámu. En það virtist engin við hittum reyndar síðar fólk sem að mundi eftir. Það eru auðvitað fólk sem að þekkir mjög vel til í Ólafsdal og hefur verið þar og búið þar jafnvel. Þannig að það var eitthvað fólk sem að mundi eftir að hafa séð einhverjar rústir þarna inn frá en einhvern veginn þá hafði það aldrei verið nótryggð þegar það er ekki getið í neinum heimildum. Þannig að þarna sjáum þið uppmælingu af svæðinu. Þarna er þessi skálalega rúst og jarðhýsið og svo eru fleiri rústir sem að dreifa sér eru undir holtinu í svona lengju. Þetta er dálítið sérstakur staði, það er ekki mikið túnstæði akkurat þarna. Reyndar dálítið grösugt norðan undir en hugsanlegt er að áin hafi breytt sér eitthvað og runni hér meira nær tóftunum en hún gerði þegar það voru reistar. Þetta er hann Stefán. Við minjavernd var auðvitað umsveifalaust tilkynnt þennan fund og þar eru menn bara mjög spenntir og tilbúnir til að taka næsta skref sem var auðvitað að fara og athuga hvort þetta væri bara tóm vitleysa eða hvort það væri virði að gera eitthvað meira þarna. Þannig að við fórum þarna haustið, við finnum rústirna vorið 2017 og förum þarna strax haustið á eftir og tókum lítinn skurð í miðja tóftina, löngu tóftina og gerðum líka svolítið svona borkjarnakönnun til að kanna jarðlögin þarna á svæðinu. Og
þarna sjáið þið reyndar, já þarna sjáið nú loftmynd af staðnum, hérna er Langarústin og hérna er skurðurinn. Og það sem það stóð heima við sem það var grafið, raunverulega það þurfti að grafa bara mjög grunnt niður af því að það er mjög lítil jarðvegssöfnun á Vesturlandi, maður þarf ekki að grafa sig í gegnum marga metra af fokjarvegi annað slíkt, maður er eiginlega bara komið strax niður á minjarnar. Og þarna komum við niður á svart kólagólf í miðju húsinu eða miðri rústinni og náðum birki sínum úr þessu gólfi sem að síðan voru send í kolefnisgreiningu til Glasgow og þá kom í ljós að þetta mannvirki, gólfleið sem við komum niður á er að líkindum frá 9. 10. öld. Þannig að þetta er greinilega mjög gamalt. Og þetta er auðvitað mjög spennandi fundur. Við í framhaldinu sóttum peninga til Fornminjasjóðs og byggum við að þurfti að búa til dálítið verkefni í kringum þetta og sóttum peninga til Fornminjasjóðs og Minjavernd síðan bættum betur og styrkir þetta verkefni mjög rausnarlega. Þannig að við hófum uppgröft í fyrrasumar og þarna sjáum við vorum svo heppin við eiginlega bara fréttum að því á leiðinni vestur að Arnar bóndi í Stórholti sem er svona nokkurn veginn næsti bær væri nýbúinn að fá sér litla gröfu og við erum allar svo gömul og bakvegg þannig að við hringdum í hann og hann var til í að koma og taka ofan af rústinni fyrir okkur. Þannig að þarna er sú vinna í gangi og ég ætla að sýna ykkur hérna svona stutt myndskeið af þessari vinnu. Þarna er undirbúningur í gangi. Arnar mættur á gröfinni. Þetta er ekkert máli maður er með svona gröfu sko. Og þarna á batterið búið. En sem sagt, já, við vorum hérna í sumar svona á bilinu 5 til 7 manns í 1 mánuð og markmiðið var raunverulega bara þetta fyrsta ár að taka ofan af skálanum og við vissum að þetta er svo stórt svæði, þetta eru 250 fermetrar þannig að við vissum að við kæmumst ekki mjög langt með uppgröftin en við náðum að svona afhjúpa skálan og það er ýmislegt sem kemur í ljós bara við þar þó svo að næstu 2 sumur verði væntanlega ennþá svona meira spennandi. Þið sjáu þannig að þetta er mynd sem er tekin öfurlega frá sama sjónarhorni hér eftir að búið er að taka ofan af skálanum. Þannig að þetta er verkefni sem er sett upp til 3 ára. Þarna er uppgröftur í fullum gangi og þið sjáu þetta vel þarna gróthlana veggi, það sést einmitt vel frá þessu sjónarhorni hvað þessi veggur hérna er ofsalega mikið bogadregin, þetta víkingaskála einkenni og þarna sjáu þið síðan loftmynd, alveg lóðrétta loftmynd á staðnum eins og hann var þegar við skildum við hann. Það er að segja að þarna hættum við að grafa og breytum dúk yfir og þarna bíður allt eftir okkur bara á næsta ári, vonandi, á þessu ári, í sumar. En það er ýmislegt sem að koma þetta í ljós. Þið sjáu hér sjáu þið útlínurnar á skurðinu sem við tókum þarna haustið áður, prufuskurðinum. Þannig að þarna þetta svarta sem þið sjáu er raunverulega bara gólfið. Þannig að þegar myndin er tekið þá erum við svona alveg að komast niður á gólfið í skálanum. Hann HL sem að stýrði þessu verki, hann gerði þessa teikningu hérna og munurinn á því að horfa bara á loftmyndina eða horfa á teikninguna er svo að hér er hann búinn að túlka það sem er að gerast þarna. Og þetta er ekki einfalt mál að grafa svona byggingu og það sem sérstast hérna er að, og kom okkur kannski svolítið óvart, er að í rauninni þá er þetta ekki bara einfaldur skáli sem að við kannski fyrirfram bjökumst allt eins við að þarna hefur verið reist hús og kannski bara búið í því 1 vetur eða hvað nú er. Þarna er í rauninni 2 skálar sem eru byggðir hvor og annan. Eða það er svona túlkunin allavega á þessu stigi málsins. En allt sem er sett fram á þessari teikningur auðvitað með þeim fyrirvörum að það er ekki búið að grafa í minjarnar sjálfar. Það er eiginlega bara búið að grafa niður að þær.
En þið sjáuð hérna það sem merkt með bláum lit, það í rauninni eldri byggingin sem við sjáum í, en síðan hefur skálinn verið endurreistur og þá látið ná dálítið lengra í suður. Þannig að þessar bleikbrúnu liturinn er yngri byggingin og reyndar kann að vera að það hafi verið, þessar norðurendri hérna hafi líka verið nýttur á þeim tíma sem að þessi hérna bygging í notkun. Grænu línurnar hér sýna síðan litla viðbyggingu sem að við erum ekki alveg vissum kannski hvernig að túlka ennþá. Þetta eru mörk uppgraftasvæðisins, þannig að í rauninni er þessi viðbygging svona alls ekkert að öllu leyti sýnileg ennþá. Og ef við kíkjum aðeins á hina myndina á undan, þá sjáum við hérna aftur hvernig það lítur út. Við erum greinilega einhverjar hleðslur. Eitt enn sem að kom í ljós í sumar er öskuhaugur sem hérna, þið sjáum aðeins þetta dökkleita hér. Hér hefur sem sagt ösku og rusli verið kastað rétt fyrir utan dyrnar, sem það er mjög fallegur en hellulagur inngangur inn í húsið. Og þannig að planið næsta sumar, auk þess að halda áfram að grafa, það sem gerir næsta sumar er það að þá fyrir við að grafa í gólflaugin sem er hérna inn í skálanum og það er nú yfirleitt mest af gripum og slíku. Það kom mjög lítið af gripum ennþá. Það er ýmislegt sem að við teljum okkur sjá í á þessu stigi málsins. Það eru sem sagt, þessi tvö byggingarskeið allavega og það gæti raunverulega verið miklu flóknara en það, við vitum það ekki ennþá. Það sem er litað með rauðu er eitthvað sem á eftir að grafa í, en það virðist vera sem það sé mögulega sáfar hérna. Það er að segja, þetta er greinilega niðurgröftur sem hefur síðan fylgst upp með öðruvísi jarðvegi. Við sjáum það bara því það er litamunur í, það er mjög lítið byrjað að eiga við þetta. Þannig þarna hefur staðið einhvers konar sár eða eitthvað annað. Hér ég man nú reyndar ekki alveg hvað þetta er. Var þetta annað sáfar, Lísabet? Mögulega annað sáfar hér. Hér er einhver aðkenning að eldstæðum. Við erum ekki farin að sjá neitt langeld beinlínis, en það eru svona brunnið efni og grjót í hrúgum hér og þar. Og svo er þetta svarta eitthvað, þið eru svona stóðarhólur eða sem er úr þá infrastruktúrnum í byggingunni eða einhvers konar pinnahólur. Þannig að þetta allt saman bíður eftir okkur næsta sumar. Það er ýmislegt annað sem að bendir til þess að byggingarstigin séu fleiri neitt. Það eru veggirnir eru mjög ólíkir að gerð. Þetta er ekkert eins og það sem að sér hérna á yfirborðinu. Það er eins og þetta hefur alls ekki allt verið hugsað í einu. Það er allt annað grjót til dæmis í þessum vegg hérna heldur en hér. Og þannig að það er náttúrulega mjög margt sem á eftir að leysa úr þarna og eiginlega bara allt. Þetta er einn af fáum gripum sem hafa fundist. Það er þannig að jú, eins og ég sagði án, gripir eru flestir í gólflugunum. Þetta er lítill hnífur sem að fannst svona í yfirborði gólflags, ef ég man rétt. Og hann er víst aldrei flottur, ég hef ekki séð hann, hann er með varðveittu, þess það eru leifar af tréskafti ennþá hérna á honum. Þannig að og hér er blaðið, þetta er svona mjög stuttur, þetta er svona óttalegur stubbur. En fyrir utan þennan hníf þá eru örfáu gripir, það eru aðalega naglar sem hafa fundist í torfhrunlögum meðfram veggjunum sem að bendi til þess að það geti verið úr einhvers konar trévirki eða þili innan úr húsinu. Það var rosalega mikill áhugi á Ólafsdal. Það er alveg, og það er ekki okkur að þakka. Þarna er náttúrulega, það er svona heilt samfélag einhvern veginn í kringum þennan stað og það er alveg ótrúlegt að upplifa það. Við vorum þarna með tvisvarsinnum með skipulagðar göngur í sumar og svo var svolítið að fólk kæmi í heimsókn. Og þessi mynd er tekin á Ólafsdalshátíðinni, þá sem sagt var boðið upp á skipulagða göngu inneftir. Og þarna komu örugglega hátt í 100 manns alls í þessa göngu og sem sagt fyrr 3 vikum áður líklega vorum við með aðra göngu í samstarfi við Byggðasafn Dalamann og fleiri og það voru örugglega 70 mann sem mættu þá og það var aðalega fólk úr sveitunum í kring þannig
það er rosalega svona mikill og djúpstæður áhugi á þessum stað. Það er ótrúlega gaman að upplifa það. Þannig að það er það ótrúlega oft sem kemur fólk sem á einhvern veginn rætur á staðnum, eru kannski afkomendur skólapilta eða afkomendur Torfa og Guðlaugar, og maður er alltaf að heyra einhvern veginn einhverja sögur sem maður hefur ekki heyrt áður dalinn. Þetta einhvern veginn, það er liggja ótrúlega víða. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt að upplifa það. Þarna erum við aftur komin upp í fjall. Ég ætlaði bara að enda á þessari mynd hérna. Þetta er bara svona staðan í dag og hvernig þetta verkefni hefur þróast. Ég bara vona og eiginlega reiknaði bara með því að við höldum áfram rannsóknum á staðnum allavega næstu 2 árin. Það er þetta 3 ára plan sem miðar að því að grafa upp skálan að fullu og gera einhverja kannanir meðfram því hér og þar. Og eitt af því sem við ætlum að skoða er hérna þróun gróðurfars í dalnum. Egill Erlendsson kom til okkar í sumar og var að byrja svona að leggja mat á mýrarnar hérna innfrá, hvernig varðveisla væri í þeim, því að það er hægt að taka sýni úr mýrum langt aftur í tíman og rekja sögu gróðurfarsins. Þannig að það er eitt af því sem okkur langar mjög mikið til að skoða. En það er margt sem bendir til þess að bara Ólafsdalur muni verða mikilvægur minjastaður og áfangastaður í framtíðinni, og svona rannsókn getur auðvitað haft marga ólíka vinkla. Ég meina niðurstaðan úr þessum uppgreftri mun auðvitað skipta máli við að skilja bara landnámið og lífsbaráttuna í dalnum hérna í upphafi, og mun vantilega verða bara mikilvægt innlegg í sögu byggðar á þessu svæði. Landnámið hefur ekki mikið verið skoðað þarna fyrir vestan. Það er ekki miðað við á mörgum öðrum stöðum á landinu út frá fornleifum, og við höfum auðvitað áhuga á að víkka þetta síðan út. Það verður náttúrulega bara komið ljós hvað verður eftir þetta 3 ára plan og hvernig allt gengur. En það verður auðvitað mjög gaman að skoða bæjarhólinn og skoða þróun byggðar á staðnum og hvort það hefur til dæmis verið búið hér á sama tíma og menn reistu húsið þarna innfrá. Það myndi ég segja mjög líklegt. Manni finnst þetta einhvern veginn miklu vænlegra bæjarstæði hérna út við mynni dalsins heldur en lengst innfrá. Það er mjög óvenjulegt að vinna í svona samhengi eins og í Ólafsdal, og þá ég bæði við þetta minjasamhengi. Það er þetta óvenjulega og heildstæða landslag frá 19. öld og svo víkingaldarminjarnar inn í tungunni. En svo er það líka þetta svona samfélagslega samhengi, þar að segja þessi uppbygging sem er í vændum og er hafin, og svo þetta samfélagi kringum Ólafsdal sem samastendur af Ólafsdalsfélaginu og þessum afkomendur sem ég nefndi áðan og fólkinu og sveitunum í kring. Það er einhvern veginn svona, maður gengur inn í eitthvað svona heilmikið samfélag þarna, og það finnst mér mjög áhugavert, og þessar sögur sem er alltaf að heyra úr dalnum og svoleiðis sem að bæta þetta við þekkingu okkar jafnóðum. Og svo má segja sagan sem þetta líka bara að verða til á hverjum degi í gegnum rannsóknirnar og í gegnum endurbygginguna. Þannig að við erum náttúrulega að hugsa okkur inn í framtíðina líka. Allt þetta ferli, bæði skráningin, við fengum að vera aðeins með í deiliskipulagspælingunum og svo þessi uppgröftur. Þetta verður allt kallað fram mikilvæga spurningar svona varðveislu og ekki bara minja heldur menningarlandslags svona í heild sinni. Það er eiginlega ekki hægt að hugsa minjar bara sem einhverja punkta í svona dal eins og Ólafsdal. Heildin er einhvern veginn það sem skiptir öllu máli. Þannig að það var að vakna alls konar spurningar til dæmis hvað gróðurfari skiptir miklu máli í þessu samhengi. Þyrfti ekki að vera einhver skepnubeit á staðnum til að viðhalda ákveðnum einkennum á gróðurfarinu. Hvernig ætla mann að þróa staðinn áfram í sambandi við til dæmis stígakerfi og hvað með girðingar, slíta þær ekki sundur samhengi. Það eru alls konar svona pælingar landslægið í heild sinni sem að hafa komið upp og verið ræddar í þessu samhengi. Ég held að þessi staður getur orðið bara frábær til að útskýra bara landslag og menningarlandslag fyrir fólki, og þá bæði samhengi minjana innbyrðis raunverulega og svo líka sögulegu dýptina, og það er alltaf gríðarleg söguleg dýpt sem að eitt svona dalur getur búið yfir. Og þá ætla ég að segja bara takk fyrir.